Nú ætla ég að fjalla aðeins gagnagrunna í Moodle. Gagnagrunna má nota til að safna og birta hverskins upplýsingar. Og það geta verið upplýsingar á textaformi, það geta verið hljóðskrár eða myndskrár eða nánast hvað sem er. Og ég ætla að bæta við hérna einu gagnagrunn í þennan verkþátt. Og ég verð að vera í ritunarham eins og ég er hér og ég smelli á viðföngin í viðkomandi viku og vel gagnagrunnur. Þegar ég stofna nýjan gagnagrunn þá byrja ég á því að gefa honum nafn og ég ætla að gera hérna myndasafn. Síðan skrá ég lýsingu á gagnagrunnum. Hver nemandi setur tvær myndir í safnið. Ég ætla sem sagt að búa til verkefni þar sem að nemendur eiga að skila inn 2 myndum. Hver nemandi á að setja inn 2 myndir. Svo ég renni stuttlega yfir skýringarnar. Ég ætla ekki að birta lýsingu á síðu áfangans. Ef ég geri það þá birtist lýsingin sem ég skráði hér fyrir ofan fyrir neðan titilinn myndasafn á áfangasíðunni. Ég get takmarkað aðgang að myndasafninu þegar það er að segja þessum gagnagrunni sem ég er að búa til. Ég get sagt að það er aðgengilegt frá einhverju dagsetningu og til einhverjar dagsetningar. Og þar fyrir neðan sýnilegt frá og sýnilegt til, þannig er raunverulega verið að tala lesaðgang. Það er að segja, ég get gefið nemendum kost á því að setja inn efni á einhverju tímabili. Kannski getum ég setja inn efni frá 7. til 8. júní og svo hafið þið lesaðgang frá 9. til 12. eða eitthvað slíkt. Þess að þá er hægt að skoða færslunar í grunnunum en ekki bæta neinu við eða ekki virkja þetta og ekki vera þá að loka grunnunum. Ef að ég er að nota gagnagrunn sem verkefni fyrir nemendur þá get ég skilgreint lágmarksfjölda færslna og ég segi 2 færslur. Til þess að verkefninu getur talist lokið þá eru hver nemandi að setja inn 2 færslur. Lágmarksfjöldni færslandi birtingar segir til það hversu margar færslur nemandi þarf að setja inn áður en hann sér færslur frá öðrum. Þannig ég get sagt þú sérð enga færslur frá öðrum fyrir þú ert sjálfur búin að setja inn 2 færslur. Og ég get þá sagt að hámarksfjöldi færsluna sé þá 2 líka. Vil ég að það sé hægt að skrá athugasemdir við færslur? Kannski vil ég það. Og vil ég að færslunar að áður en þær séu birtar þá þurfi einhver að samþykja þær og það er þá væntanlega kennarann í áfanganum eða einhver sem er með kennara heimild í áfanganum. Ég get tengt færslunar við einhverna flokk eða haft þær út af fyrir sig og flokkaðar. Ég get gefið nemendum kost á því að dæma færslunar. Það er að segja vera með þá jafningjamat og ég get nota til þess einhverna skala eða sem ég hef það búið til að gefa bara einhverja tölur og ég get afmarkað þessa dóma nemenda við eitthvað tímabil. Þannig að á einhverju tímabili fá nemendur tækifæri til þess að meta færslur hver hjá öðrum. Síðan bætast við þessar almennu stillingar við viðföng í Moodle. Það er að segja á þetta vera hóp, á þetta tengjast hópum og vil ég takmarka aðgang, vil ég skilyrða þetta efni, vil ég leyfa aðgang frá einhverjum tíma eða vil ég tengja þetta við einhverna skilyrði. Þetta er það sem ég get gert við annað efni í Moodle og loks af því að ég er búin að setja upp eða virkja vinnuskil og loka áfanga, þá get ég ákveðið að nýta þann möguleika að segja að birta að viðfangi sé lokið þegar skilyrði með fullnægt. Það er að segja að það koma sjálfkrafa skilaboð þess eðlis eða ég get sagt ekki gefa til kynna skil á viðföngum. Ég ætla ekki að hafa þetta þannig að það komi upplýsingar að þessu hafi verið skilað. Svo segi ég bara vista og birta. Nú,
hér fæ ég þá viðmót sem ég nota til þess að smíða þennan gagnagrunn og þið getið séð að það er ennþá verið að ganga frá þýðingunni. Gagnagrunnurinn getur verið í listaformi þar sem ég fæ yfirlit yfir alla fæslunar. Það geta líka verið stakar fæslur, svo sjáum við þarna ofan. Og það fyrsta sem ég geri er að skilgreina hvaða svæði eiga að vera í þessum gagnagrunni. Þannig að ég get ákveðið hvaða tegund, vil ég hafa textabox, textalínu, dagsetningu eða einhverja hnappa. Ég ætla að byrja á einfaldasta möguleikanum að ég ætla að velja mér tilbúið snið til að nota. Þannig að ég er ekki að skilgreina sjálfur svæði fyrir gögn, heldur ætla ég að nota eitthvað sem er til. Þannig ég smelli hér og ég ætla bara að nota hérna þetta snið sem heitir myndasafn og ég ætla að gera velja. Þá fæ ég þá 3 reiti sem að eru til staðar í þessu sniði. Gagnagrunnurinn minn, það mun vera búin til af mynd, það er setja mynd og myndinni fengir eitthvað titill og eitthvað lýsing. Þetta eru þeir reitir, þetta eru þeir svæði sem eru í mínu gagnagrunni. Mjög einfaldur grunnur. Ég segi bara áfram og þá er gagnagrunnurinn tilbúin. Ef ég smelli hér á birta lista þá fæ ég að sjálfsögðu skilaboð þess eðlis að það sé engar fæslur í gagnagrunnum. Ég fæ skýringuna hérna sem ég skráði hver nemandi setur 2 myndir í safnið og ég get bara byrja á því að setja nýja fæslu. Ég skrá inn titil og lýsingu og velja mynd. Þannig ég myndi bara smetla og velja skrá til þess að setja nýja skrá inn í grunninn. Nú ætla að fara hérna aftur í áfangan, eins og ég var búinn að búa til þetta safn áður, þannig að hér sjáum við það, ljósmyndasafn. Ég smelli á það og þá getið ég séð hvernig svona ljósmyndasafn birtist þegar það er búið að setja fæslur inn í það. Hér er ég að horfa á listan yfir fæslurnar og það eru 3 fæslur í safninu og ég get einnig kalla fram stakar fæslur. Ég er að sjálfsögðu að fara einföldustu leið sem að mögulega er til að búa til gagnagrunn með því að velja tilbúið snið. En ég get alltaf unni með þessi svæði, ég get breytt útlitinu á gagnagrunninu. Ég get sett eitthvað efni hérna í hausinn. Hér er hvernig endurtekin fæsla mun líta út. Þannig að myndin mun birtast og svo koma þessi takkar hérna fyrir neðan. Þannig að ég get mótað listasniðið. Ég get mótað hvernig stílsnið er fyrir staka fæslu og þá ger ég það bara með HTML töflu og ákveð hvað það á að birtast inn í henni, sjáu þið. Titill, mynd, lýsing og svo takkar hérna fyrir neðan. Það er tákn fyrir takkana og táknin maður finna hérna vinstra megin. Þannig að ef við skoðum þetta er fyrir staka fæslu, sjáu það að titillin er feitletraður og svo kemur myndin og svo lýsingin. Ef við skoða síðan stöku fæslunar þá er það nákvæmlega þetta sem er að gerast. Titillin er feitletraður, svo kemur myndin og svo kemur lýsingin. Þannig að svona er hægt að búa til einföld ljósmyndasöfn í Moodle og síðan mun ég sýna hvernig hægt er að gera ennþá meira spennandi hluti með Moodle gagnagrunnum.